fullkomlega galið, þessi sökkvandi skúta sem Evrópusambandið og allar þessar áskorun og vandræði sem að sambandið stendur frammi fyrir og verður að klæða þið einhvern búning að þetta sé risastórt öryggis- og varnarmál þegar að loksins Evrópusambandið stendur frammi fyrir því að horfast í augu sjálfa sig í speglinum og vera að taka til í sínum málum í þessum þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Ég meina það bara gott og blessað og við munum auðvitað fylgjast ná með því bara eins og Danir hafa til að mynda gert. En grunnurinn auðvitað okkar öryggis- og varnarmálum auðvitað varnarsamningur við Bandaríkin og aðildina NATO, þar sem við vorum stofnaðalar. Það hefur ekkert breyst og en auðvitað ánægilegt að Evrópusambandið skulle vera að vakna upp á værum svefni, ég segi það ekki. En þannig auðvitað bara verið að reyna að villum fyrir fólki og hræða það. Það sem ekki fráhrindandi, það við með nú þegar, í gegnum með samstarfi. Og það eitthvað þar sem við kyngjum líka sem ekki eins spennandi með. Við höfum metað þessum svo að við höfum meira ávinning af því heldur en að kostinni séu fleiri heldur en gallanir. Hinga til, höfum við metað þannig. En við erum með allt það besta í gegnum EES-samningin. Af hverju ættu að taka restin inn? Því að það engin, þetta allt talum að fara í einhverja viðræður. Þetta hefur verið íslenska viljandi sem aðildarviðræður. Orðið enskorðið er accession. Þetta eru aðlögunar viðræður. Þetta eru viðræður það hvað við erum tilbúin til að gera til að laga okkur að Evrópusambandinu. Hvernig við getum komist þangað inn. Hvað breytingar við erum tilbúin til að gera. Ráða 100 manna til viðbútar í tolleftirlit og svo frammeis, hvað við getum gefið mikið eftir af fiskimiðanum okkar og allt þar fram til göttunum. Og það engin afsláttur veittur af þessum stoppsáttmálum í Evrópusambandinu. Það hefur aldrei verið gert og verður aldrei gert. Þannig að við þurfum ekkert að kíkja í pakkan. Þetta eru bara ákveðnir kaflar. Við erum með nokkra kafla og svo aðrir sem standa út af eins og bara til dæmis sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn og fleira. Og það bara pakkin og hann bara stendur fyrir framan okkur. Hann hefur ekkert breyst. Við þurfum ekkert að, eins og við gerðum fyrir þegar síðasta hreina vinstristjórn var, þá voru þetta lagt að staði þessa vegferð. Það var að fara í aðlöguna viðræður að Evrópusambandinu. Og hvað gerðist? Allir resursarnir okkar sem voru áður í hagsmunagæslunni í EES að vinna því að við værum að gæta okkar hagsmunum og ekki innleiða og mikið og strangt og allt þetta, voru allir þeir resursarteknir og settir í aðlöguna viðræður við Evrópusambandi. Og síðan eftir að sú stjórn hrökklaðist frá völdum, þá var þetta kerfi, hagsmunagæslan var ekki endurreist fyrir en að Sjálfstæðisflokkurinn tók við utanríkisráðuneytinu. Það var bara það sem gerðist. Og á þeim tíma sem að þessu gati sem að myndast í hagsmunagæslunni, þá hefur bara ýmislegt slætað inn sem að vera mann þá að súpa segið af í dag, sko.